Takk Jesus, halleluja. Við ætlum að lofa Guð í dag, halleluja. Konung sem sigurinn vann, mikið verk hans. Sjáið öll verk frelsarans, ást hans sem umvefur allt, mikið verk hans, mikið verk hans. Mikið verk þinn, við dansum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesus, þinn nafni, því upphafið hátt, ó Guð, mikið verk þinn. Halleluja. Velkomin á samkomu til okkar í dag. Við ætlum að lofa Guð í dag, við ætlum að gefa honum dýrðina því að hann upprisinn í dag, maður heyra amen. Amen. Amen, hann reis upp á þriðja degi, hann dó fyrir okkar syndir og við ætlum að þakka honum fyrir það í dag. Hann ekki hér, hann upprisinn eins og hann sagði, komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Matthías og Guðsbréf 28:6. Þetta bara málið, þeir sáu bara klæðin, þeir sáu ekki hann. Halleluja, við ætlum að gefa hann dýrðin í dag, við ætlum að syngja, við ætlum að lofa hann, við ætlum að heyra orð Guðs og við ætlum að njóta þess að vera hérna. Halleluja. Takk Jesus, sem bindur í lerki og böl og Guð, mikið verk þinn. Við dansum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesus, þitt nafni, því upphafið hátt, ó Guð, mikið verk þinn. Halleluja, Guð, ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast muntu, halleluja, þú allt gjörir vel. Takk Jesus, halleluja. Halleluja, Guð, ofar öllu, halleluja, Guð, ei breytast muntu, halleluja, þú allt gjörir vel, allt gjörir vel. Og hetju frá himni, þú sigraðir gröf og altar sem bindur í lerki og böl og Guð, mikið verk þinn. Við dansum í frelsi, svo fagnandi kál. Ó Jesus, þinn nafni, því upphafið hátt, ó Guð, mikið verk þinn, mikið verk þinn, ó Guð, mikið verk þinn. Takk Jesus, halleluja. Við lofum þig, Drottinn og Jesus. Helgist þitt nafn, Drottinn. Þú ert heilagur, halleluja. Halleluja. Það sem hann gerði fyrir okkur, halleluja. Stórkostlegt verk. Fórnaði sér, heilaga sér á krossinn fyrir okkur, svo við mættum eignast eilíft líf, sem náttúrulega bara dásamlegt, halleluja. Takk Jesus. Heilagur ertu Drottinn. Við ætlum að lyfta honum upp í dag og við ætlum að syngja saman Hósanna. Takk Jesus. Helgist þitt nafn. Heilagur ertu. 'Cause I know you're able. 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 'Cause I know you're able
Guð.
washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hey, Lavis, hallelujah. Hear my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen and show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Tack Jesus. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
Blessast þitt nafn, dráttur. Heilagur ertu, Jesús. You were the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are my Savior. Death could not hold you. The veil torn before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Let's sing, you have no rival. You have no rival. You have no equals. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Woo! Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Holy, are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb.
What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hey, Lord Jesus, hallelujah. Savior alone can read the cross. For all of my debts, He paid the cost. Salvation complete, forever I'm free. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. No power on earth, not even the grave, could separate us from mercy and grace. He is faithful to save. Oh, His blood never fades. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Tack Jesus, halleluja. Hey, no one but Jesus can make us pure as snow. We stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Sing to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Tack Jesus, halleluja. Yes. Halleluja.
Dýrsitt Jesus og allir líðurinn sagði. Amen. Halleluja. Það góðmennt hjá okkur í dag. Dýrsitt Jesus, en hann upprisin. Halleluja. Veit þið, ég vaknaði í morgun bara með það á tungun einhvern veginn, hann upprisin. Ég einhvern veginn hef sjaldan ef einhvern tímann upplifað páskana jafn sterkt eins og þessa páska. Maður bara finnur það einhvern veginn í öllu því sem í kringum hann. Því að Guð í öllu, það bara þannig að upprisu hans, hann okkar. Hann býr innan með okkur. Upprisu hans býr innan með þér. Ef þú hefur tekið á móti Jesú Kristi sem þínu persónulega frelsara, að þá getur átt sigur í öllum kringumstæðum. Því að hann sigraði. Hann sagði við okkur, þið þurfið ekki að hafa áhyggjur á morgundeginum. Ég hef sigrað heiminn. Og tökum á móti því í dag. Hann hefur sigrað heiminn. Og það svo viðeigandi í dag, það svo yndislegt veður, það bjart, það sól og það von í hjarta. Og það einmitt þannig sem okkur líður þegar við tilhörum drottni Jesú Kristi. Það alltaf von. Það von yfir gröf og dauða, það von. Halleluja. Dísi Guði. Og það gott, vinir. Þannig að mér langar til þess að biðja ykkur að rísa á fætur. Og bara taka við vonin í dag frá Jesú Kristi. Því hann vil gefa okkur von. Stundum festust við bara í einhverjum kringumstæðum og við upplifum bara einhvers konar bara hálfgert þunglindi yfir kringumstæðum okkar. Við gleymum stundum aðalatriðinu og það sem við þurfum að gera að leggja allt til hliðar og horfa á Jesú. Það sem hann fór á krossin fyrir okkur. Horfa á Jesú, það sem hann situr við hægri hendi föðursins og hann að biðja fyrir okkur. Og leið og við fyrir að lyfta upp nafni drottins. Ég var að tala við Guggu áðan. Vitið hvað hann gerði? Hann Davíð, þegar hann kom að Siklag og allt var bara einhvern veginn farið, þá hrest hann sig upp í Guði sínum. Og vinir í dag þá getum við svo sannlega hrest okkur upp í Guði. Hann meira en sigurveri. Hann búinn að sigra dauðan. Og hann hefur sigrað hjarta okkar líka. Þannig að við ætlum að gefa honum þakkir með því að gefa í dag. Og við ætlum að gefa með glöðu hjarta því okkur hefur verið gefið. Og við ætlum að biðja saman. Drottinn Jesús, ég lyft upp nafni þínu, drottinn. Ég þakka þér fyrir trúfesti, náð og miskunn. Ég þakka þér fyrir heilagleika þinn, drottinn. Ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, að náð þín ný á hverjum degi, drottinn. Og ég bið fyrir einum og sér hverjum hér, drottinn. Stundum gleymum við því hvað þú hefur gert, en við minnum okkur á það í dag og alla daga, að þú svo sannarlega upprisin. Drottinn, þú ert að biðja fyrir okkur, drottinn. Og drottinn, í þessum heimi þá höfum við þrenging, en við þurfum ekki að óttast því að þú hefur sigrað heiminn. Og við tökum á móti sigurkrafti þínum í dag. Ég tek á móti upprisu-kraftinum í dag. Ég tek á móti gleðin í dag því að gleði þín styrkur okkar. Og drottinn, ég tek á móti, drottinn, vonin í dag. Því að vonin mun ekki bregðast okkur í Jesú nafni. Og við biðjum fyrir, drottinn, samskotunum og við biðjum fyrir samkominni sem við höldum áfram, drottinn, í anda þínum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Amen. Drottinn bless ykkur. Áfram að lofa drottinn. Já, byrju. Alli, kveikja aftur á Sippumæk. Já. Hello. I just saw a picture as we were worshiping. Amen. And those lyrics, Calvary covers it all. And I remember of Palm Sunday, and as Jesus was riding on the back of the donkey, people were throwing down the palm branches and their cloaks and everything for him to, as an act of worship. And I just felt that as an act of worship today, whatever is holding us back, whatever is hindering us, whatever concerns we might have, whether it's our health, whether it's our finances, whether it's business, whether it's relational, whether it's our job, whatever it is, as we throw them down, as we worship God now, they're covered. It's done. It's finished in Jesus' name. So as we worship, let's trust him and declare our trust in him. And we throw it down at the foot of the cross and say, Lord, thank you. It's done. In Jesus' name. Amen. Amen. Lofum hann. Halleluja. Þetta lag. Thank you, Jesus. Takk, Jesus. Fyrir blóðið sem rann á Golgata. Fyrir okkur.
was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Tack Jesus. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Hallelujah. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Hallelujah. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name, Jesus. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to
Takk, Jesus, halleluja. Við lofa þig, halleluja. Ein í myrkri við biðum, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himnum, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærinn meðtók lífsins orð. Sem frá dýrðarinnar hásstól, lagður var í jötástorð. Lof sé Föður, Syninum, helgum anda, þríeinum. Guði dýrðar hátignin, við eilífð fyllum konunginn. Guðs þú okkur sýndir, heiminn sætti Guð við sig. Alla sköpun endurleystir, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barstu, því þú vissir tilganginn. Og að frelsun okkar varstu, lífið fyrir dauðan þinn. Lof sé Föður, Syninum, helgum anda, þríeinum. Guði dýrðar hátignin, við eilífð fyllum konunginn. Englar horfðu á, þá á grafarinn siglir. Endanlega vilt var frá, lambið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók á andhverf himininn. Því að allir koma þá, endurfæðir faðirinn. Og þá kirkja Krist var til, fyrir kraft og andans verk. Sannleikanum gerir skil, alltaf sönn, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjötrum nú ég sný. Hann mér gefur sigurkrans, Jesús Kristur mér líf. Lof sé þér Guð, amen. Lof sé Föður, Syninum, helgum anda, þríeinum. Guði dýrðar hátignin, við eilífð fyllum konunginn. Við eilífð fyllum konunginn. Takk fyrir að lofa Guð með okkur í dag, Svafa. Við fáum ekki bara Gunnar að predika, við fáum Svövu til að syngja. Það allir pakkin í dag. Halleluja, lofum Drottinn. Hlustum á hans orð í dag, gefum því gaum. Halleluja, sem allar taka við. Dýr sé þér Jesús. Þið ekki spennt hérna í dag? Halleluja. Það var bara mössu smurning hér í dag. Fundið þið það?
Það var sigur, sigur, sigur. Það sigur í húsi Guðs. Það sem að 2 eða 3 eru samankomnir í hans nafni. Þar hann mitt á meðal. Og ég verð bara að segja það ofboðslega sérstök smurning yfir henni svöfu minni. Það náttúrulega smurning yfir lofgjörðateymin okkar í heild. En út af því við heyrum svo sjaldan í svöfu, þá langar mér að blessa þessa hetju. Hvernig væri að við myndum bara rísa á fætur og bara gefa þessu teymi gott klapp. Amen. Halleluja. Guð góður. Takk, Jesús. En það næst það orðið. Og við vitum það, eins og mamma segir, þá lofgjörðin forréttur. Ég elska þegar hún segir þetta. Lofgjörðin forréttur, orðið aðalréttur og svo eftirrétturinn náttúrulega það að við byggjum hérna saman í lokin og allt eins og það á að vera. Eftirréttur, nákvæmlega. Þannig að við ætlum að biðja saman og við ætlum að biðja að Guð smyrji bróður minn. Hann magnaður, þau eru mögnuð bæði 2. Ég sé okkur vanta túlk. Ég veit ekki, já, Gugga, getur þú mögulega túlkað? Já, það væri mjög gott. Við ætlum að biðja saman. Ekki allir sammála það? Jú, það allir með í eyrunu. Það hægt að fá hérna aftast ef einhverju vantar. If somebody needs interpretation, you can put it in your ear. Jú. Já, ef einhver hér skilur ekki íslensku, þá verð ég að segja þetta á ensku. Takk, Jesús. Eigum við ekki bara að lyfta upp höndum okkar og lofa hann. Drottin, við bara lyftum upp nafni þínu. Drottin, ég elska þig, drottin. Ég þakka þér fyrir þennan yndislega dag, drottin. Ég þakka þér fyrir vonina. Ég þakka þér fyrir, drottin Jesús, verkið sem að þú vannst á Golgata, drottin. Ég þakka þér fyrir það að þú reist upp á 3. degi. Og drottin, við tökum við því sem að þú vilt gera, drottin. Viltu opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur í dag. Gjáðu okkur ná, drottin minn, að taka við því í hjarta, drottin, og þannig að það mætti bera mikinn ávöxt, drottin minn Jesús. Ég þakka þér fyrir að orð Guðs kröftugt. Orð þitt kröftugt, drottin, og beittar að sér hverju tvíeggjuðu sverði. Og drottin, ég bara bið fyrir Gunnar Inga þegar hann talar orð þitt hér í dag. Ég bið að þú smyrji varir hans og tungu. Ég bið drottin að þú gefur okkur, drottin, eyru sem heyra. Það sem að andinn að segja svefnuðunum, drottin. Og við biðjum í Jesú nafni og allur líðurinn sagði. Amen. Gefum honum líka gott klapp. Halleluja. Setta bara hér. Amen. All right, gaman að vera með ykkur í dag. Herðu, ef við ekki bara hoppa út í þetta. Já, ég ætla kannski bara biðja aðeins meira. Ég treysti ekki alveg bænum hennar Sibbi. Takk Jesús fyrir daginn. Viltu bara hjálpa mér að hafa orð sem að actually umturna lífum, ekkert að því orðin eða ég eitthvað. Heldur út að þú magnaður, drottin. Við biðjum að dvelja í okkur, starfa í okkur. Viltu upplýsa hug okkar, umturna hjörtum okkar og styrkja hendur okkar til þess að lifa þitt til dýrar. Bara þakka þér fyrir orðið þitt. Ég þakka þér fyrir páskana, það sem við fáum að koma saman og fagna þessu lykilatriði í trúar okkar. Að þú fórst ekki bara á krossinn fyrir okkur, þú hangir ekki þar, drottin, heldur, þú sá eini í mannkynssögunni sem hefur fengið gröf að láni í nokkra daga og skilaði hann eftir tóma, drottin. Ég þakka þér fyrir þá von sem við höfum og ég bið drottin bara að dvelja meðal okkar hér í dag. Í Jesú nafni. Amen. All right. Ég kannski byrjaði að nefna í ræktinni í vikunni, ég var að pæla í hvað við ættum að tala á páskunum, þá byrjaði ég að taka eftir því að það var maður í ræktinni með tattoo, trúið því, tattoo á Íslandi. Auðvitað fór ég upp á honum og sagði 3. Mósebók, talaði algjörlega á móti þessu. Nei, ég fór upp á honum og ég sá að hann var með cross tattoo og svo var eitthvað svona texti og oftast þegar ég sé cross tattoo þá veit ég ekkert eitthvað svona það er allir með cross tattoo eitthvað en svo var það eitthvað við textan sem er svona ok, kannski þetta biblíuvers og kannski þetta eitthvað kristinn einstaklingur og ég labba upp á honum og þá sé ég og spyr hana hvað með hennar cross og ég sé hana handlegginn á honum og þá sé ég að þetta ekki biblíuvers heldur þetta það stendur hana You'll never walk alone sem og ég sagði, þú með 2 trúarbrögð á höndinni? Nei, nei, þá var það sem sagt Liverpool support song og ég sagði, já, þetta er eitthvað.
En svo spyr ég svona, hvað, þú veist, af hverju færðu kross? Og þegar ég pæla oft í þessu, af hverju er svona margir Íslendingar með kross á sér og, þú veist, með hálsmenn sem er með kross og flúrað og, þú veist, þetta bara list fyrir sumum og stundum er þetta kannski minning fyrir einhverja sorg eða dauða eða jafnvel bara einhver stíll og svo er þetta bara svona skrítið eins og litla frænka mín hérna, hún var að sýna mér krossinn á baku eyra sitt og ég hugsaði þegar hún sýndi mér þetta og við erum að pæla í páskunum með mitt, þú veist, hvað ef hún var með svona rafmagnsstól á baku svona, já, þetta er bara svona aftökutæki fyrir fólk, sem drepið fólk með svona rafmagnsstól og ég bara, mér finnst þetta svo flott á baku eyrað eitthvað, þú veist, að hafa svona rafmagnsstól. En þú veist, þetta er rosa skrítið, þetta er pyntingatá, notaði ekki bara til þess að drepa fólk, heldur til þess að niðurlægja á meðan það var drepið. Og þú veist, ég alltaf pælt í, af hverju er svo mikið Íslendingum með kross á sér? Og ég ákvaði að spyrja hann og kemur þessi saga að sonur hans hefði dáið, 25 ára, 2 árum áður. Og þegar ég gekk út úr ræktinni, þá var ég mjög þakkláttur fyrir því að hann skildi, þú veist, að ræða þessa, ég sá alveg að hann var að tárast og við erum í work class, þú veist, eitthvað, að segja frá sinni sínum. Og mjög þakkláttur fyrir að hann var tilbúinn að deila þessari erfiðari minningu. En þegar ég var að labba í burt, þá var ég líka að spyrja mig, hvað táknar krossinn fyrir hann, þennan mann? Þú veist, er þetta táknum sorg, eða tap, eða dauða, eða er þetta táknum von og eilíft líf, eða huggun? Og í dag, þá erum við að fagna þessum páskum, atburðurinn sem að umbreytti mannkynssögunni og eilíðinni, þar sem Jesús, höfundur, skapari og sá sem viðheldur tilverunni, kemur, tekur á sig hold og leyfir mönnum sem hann skapaði, pumpandi blóði sem að hann er að gefa líf, nota sínar hendur, nota þann styrk, gefinn á honum til þess að negla hann á kross og til þess að niðurlægja hann á meðan það er gert. Og ef þú hefur einhvern tímann skoðað hvað krossfesting er, þú veist, ég pældi í einu svona, bara hvernig deyr maður á krossi, hvað maður lengi að deyja á krossi, þá til dæmis fattaði ég ekki að þú kafnaðir til dauða á krossi. Að þú veist, það var ómikið þyngd á lungunum maður, þú gast ekki andað, í hver skipti til þess að andað þurfti að ýta í gegnum naglan í fótunum til þess að draga inn andan og leyfa að sleppa aftur til sand út. Og þú veist, þetta var höfundur sköpunar sem tekur hann á pyntaður og drepinn. Og hann hafði lifað því fullkomna lífi sem við gátum ekki. Líf án syndar og nú var sú stund runnin upp að hann ætlaði að leggja líf sitt í sölunar fyrir okkur til þess að deyja þann dauða sem ég átti skilið, sem þú átti skilið. Þetta var flekklausa, saklausa lambið sem að slátra fyrir okkur. Og ég pæla alltaf í þessu, við erum að syngja eitthvað. Við erum að syngja hérna lög með lömb og blóð og veist, ég pæli svona í því að þú kannt ekki kristnesku og labbar bara inn á samkomið og bara svona, hvaða trúarhópur er þetta? Veist, það er svona, hvað gerist það eftir? Bara einhver, komið með sláturfórnina hérna. En þetta er sérst mjög kristneska til að segja að það var einhvað saklaust sem tók á sig okkar synd og afleiðingu okkar. Og hann klæðir okkur í réttlæti sínu og gefur okkur líf og meðan hann tekur á sig dauða minn og skömm mína. Og í 3 daga þá var hann settur í gröf, fjölskyldur hans er í sorg, fylgjendur hans hryggir, þeir eru ringlaðir, þeir eru hræddir. Rómverjar voru ekki þekktir fyrir það, bara við tókum hann einn gaur, sleppum bara hinum eitthvað. Þeir drápu alla bara. Þannig að þeir voru að pæla, eru við næstir, skítræddir, búin að læsa sínu herbyggi. Og hérna er staðurinn hans sem við finnum okkur á páskasunnudegi. Við erum að lesa í Mattheusarguðspjalli í 28. kafla mér langar að lesa ekki vers 1-10 og mér langar að dvelja aðeins á þeim. Hér segir, að liðnum hvíldardegi, þegar lýsti af fyrsta degi vikunar, þá komu þær María Magdalena og María hin til að líta á gröfina. Þá var landskjálfti mikill. Þannig að þetta er greinilega einhvers staðar á Íslandi. Því engill drottins sté niður af himni, kom og velti steininum og settist á hann. Hann var sem elding ásýndum og klæðinn hvít sem snjór. Varmennir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem öreindir. En engillinn mælti við konurnar, þér skuluð ekki óttast. Ég veit að þið leitið að Jesú hinn krossfesta. Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Hann sagði ykkur það, þið verður bara að hlusta. Komið og sjáið staðinn þar sem hann lá. Farið í skyndi og segið lærisveinum hans, hann er upprisinn frá dauðum, sjá hann fer á undan ykkur til Galileu, þar munu þér sjá hann. Þetta hef ég sagt ykkur. Og þær fóru í skyndi frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. Og sjá,
Jesús kemur á móti þeim og segir, heilar þið. Sælar! En þær komu, fjallu fram fyrir honum, föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesús við þær, óttist ekki, farið og segið bræðrum mínum að halda til Galileu, þar munu þeir finna mig. Hann er upprisinn. Orðin, hann er upprisinn, er hjarta trúar okkar. Þetta eru mest umbreytandi orð og setning sögunar og þessi orð þýða í rauninni að Guð, Jesús Kristur, hefur sigrað dauðann svo við getum lifað með einhverjum tilgangi og von. Út af því að án þess að hafa upprisuna, þá ertu bara með einhvern gaur, með fullt af hugmyndum. Og þá ertu bara eitthvað að kenna fullt á einhverju, þetta getur verið prófessor eða eitthvað svoleiðis. En hérna sýnir hann að þetta er ekki bara einhver gaur. Og það fyndin frétt sem ég lasi fyrir 2 vikum, það sem að einhver, ég hætti ekki að hlæja að því, einhver fekk lífstíðardóm, örugglega fyrir eitthvað hræðilegt. En hann dó í fangelsinu og var endur lífgæður og var að reyna að gefa rök fyrir því að hann væri búinn með lífstíðardóminn sinn. En þannig að þetta er ekki eitthvað þannig dæmi, það sem er svona aðeins bil á milli þess að deyja almennilega. Þetta er gaur sem deyr, er dáinn í 3 daga, rís upp og lifir að eilífu. Ok, en þess vegna getum við sungið, þess vegna getum við predikað, þess vegna getum við lifað, lífum honum til dýrðar vitandi að hann hefur gert leið fyrir okkur. Og þetta er í rauninni, þessi saga er það sem að gerir kristna trú svo ótrúlega frábrugðna öllum öðrum trúarbrögðum. Það eru margir núti sem eru bara trúarbrögðir, eitthvað grautur og þetta er allt sama bragðið, bara smá vanilu eða súkkulaði eða eitthvað svoleiðis. En hann að þessi trú er svo ótrúlega skrítin út af því að öll önnur trúarbrögð segja þetta áttu að gera til þess að nálgast Guð eða paradís eða nirvana eða uppljómun eða hvað sem þú vilt segja. Og hér er sagan ákveðið öfugt. Þú ert plebbinn sem getur ekkert gert. Þú er engin uppljómun, þú verður alltaf bara average, og þú getur ekkert gert þess að nálgast heilagan fullkominn Guð út af því að þú, newsflash, ert það ekki. Þú ert ekki awesome og mamma mín er örugglega búin að segja að þú sért. Ég er alltaf að minna hana á, hún kemur í kirkjunu okkar að segja fólki, þú er bara yndisleg og ég, samt ekki alveg svona yndisleg. Þú þarft á frelsara að halda. En það er það sem við þurfum að minna okkur á. Þetta er það sem gerir okkar trú svo allt öðruvísi, er að hér er sagan ekki hvað þú átt að gera til þess að nálgast hann, heldur hvað hann hefur gert til þess að nálgast þig. Og ef það væri ekki fyrir Jesú, þá myndum við að horfa fram á veginn með skelfingu þar sem við vitum að við höfum öll syndgað, við höfum öll klúðrað, við erum ekki heilug og Guð er það. Og einn daginn munum við standa fyrir framan Guð og hann mun miða mig við heilagleika sinn og ef að ég kem eitthvað, segist henni alltaf ég hjálpaði konu við götuna í bónus eða eitthvað svoleiðis. Það er ekki neitt með allt það rugl sem ég hef gert og sagt í gegnum tíðina. Þannig að við þurftum ekki bara sjálfsumbætingu, sjálfsumbreytingu, það gjör svo vel, heldur þurftum við frelsara. Við þurftum einhvern til að koma og greiða okkar skuld. Og þetta er sagan að upprisunni sem er ekki bara einhvern huggunarverðlaun, þetta er hér að undirstrika endurreist, það sem hafði glatast við syndafallið er allt í einu orðið aftur, já, það er tækifæri aftur á því. Það er eilíft líf, samfélag við Guð. Og konurnar komu syrgjandi til grafarinnar og þær bjuggust í dauða. En sorg þeirra vék fyrir dýrð. Og þetta er það sem Jesús gerir. Hann mætir með upprisukraft í staðinn, á staðina sem að einkennast ofta sorg. Og hann er fær að hitta okkur í gröfinu okkar og kynna okkur fyrir því hvað er að hafa raunverulegt og varanlegt líf. Og áður en þú veist, það sem ég hef oft pælt í er hvað við pælum aldrei í hvað orðin þýða. Það eru margir sem segja bara, ég vil vera sigurvegari, en svo pælum við aldrei í því að ef þú ætlar að sigra eitthvað, þá er oftast einhver keppni eða stríð eða eitthvað svona erfitt, skilur við. Og hún er svona, við viljum hennar upprisukraft. En áður en að upprisa á sér stað, þá er niðurfelling, dauði, mótsögnin er ekkert rosalega góði hlutir, en hér, ef það væri ekki fyrir krossinn á föstudeginum, gætum við ekki sagt á sunnudeginum, hann er upprisin. Þá gætum við ekki sagt að við ættum von. Og upprisan hrópar að dauðinn er sigraður, en upprisan býður okkur líka að finna nýtt líf, að koma til hans og vera tilbúin að deyja sjálfum okkur. Deyja störfinni til þess að vera eigin yfirmaður og leiðtogi. Já, sérstaklega fyrir Sibbi. Að deyja því að sjá okkur sjálf, að vera stolt af því hvað við getum gert. Heldur að koma eins og konurnar fram fyrir gröfina og mæta þar krafti hans á okkar myrkrustu stundum.
Ég veit ekki með ykkur. Einhver sem deilir því að hafa febrúar sem uppáhaldsmánuðin á árinu? Nei, ok. Það segja allir það sama. Það allir bara hvað, febrúar skítaveður, hvað að þér, Gunni? Ástæðan fyrir að febrúar minn uppáhaldsmánuður það á engin afmæli, ég þarf ekki að kaupa henni gjafir. Nei, út af því að í febrúar, þá byrja maður allt í einu, allavega ég byrja að upplifa að dagarnir séu að verða lengri. Já, það skýta kuldi, umrætt veður, vindur, allt það. En ég byrja samt að upplifa að dagarnir verða lengri og veturinn búinn. Og það nákvæmlega það sem að mér finnst Jesú gera hér. Hann kemur að gröfinni, það sem að myrkrið búið að dvelja yfir þeim, það sem að sorgin búin að dvelja og allt í einu víkur það fyrir dýrð hans og krafti hans. Og allt í einu þú veist, mér finnst svo fyndin í þessum texta, þessi mótsögn sem eiga sér stað hana, það sem að steinninn látin hana fyrir framan gröfina til þess að halda Jesú dauðum, til þess að standa í vegi fyrir því að Guð ger eitthvað, eða frekar að lærisveinir ger eitthvað. Og allt í einu þetta það sem átti að vera svona fyrirstaðan fyrir því að Guð gæti eitthvað gert, orðið sæti fyrir einhvern engil sem bara eitthvað, heyrðu, hann löngu farinn, þið eru allt á seinar. Þannig að mig langar að spyrja, hvar þú þessa páska? Þú við gröfina? Þú að bera sorg? Þú að bera efa? Eða þú tilbúin að stíga inn í ljós nýs lífs með Jesú? Því að hann tilbúin að hitta okkur á þeim stað sem myrkur til þess að koma með sitt ljós. Hvar sem Og ég elska í versi 6, þar segir engillinn við þær, hvers vegna eru komin til grafarinnar? Hann var löngu búinn að segja ykkur, hann ætlaði ekki að vera hér. Farið til Galileu, eins og hann sagði. Og mig langar að hafa eitt á hreinu. Það eru margir sem vilja svona, já, þetta svona sögur, bara til að segja okkur svona basic prinsip lífið og eitthvað svona. Hér erum við að tala sögu sem fjallar raunverulegt fólk á raunverulegum tíma með raunverulegri, líkamlegri upprisu Jesú sem umbreytti heiminum. Og ég þekki nokkra sem gæti heyrt orðið eins og upprisu og hugsa svona, ertu í alvöru samt? Ég hef ekki séð neitt rísa frá dauðum, þannig að, þú veist, ætlum að halda þig við þessa sögu, upprisu. Og ég var þar líka, á tímabilið þar sem ég var ungur, þá ólst upp í kirkju og svo var ég ekkert bara, þetta ekki bara allt, bara eitthvað bull, þú veist, þetta ekki bara allt svona einhver saga sem að fólk hefur sagt, sem að kannski sankaða sér einhverju valdi eða vinsældum, svona minna á að fá næringu, vinsældum eða hvað sem þú veist, þannig að þetta voru eitthvað peningaplott, það var pottet, eitthvað svoleiðis, plokk, sem plott, já, það var peningaplott, ekki plokk, þetta var annað hvort. Það var eitthvað við þessa gaura, þau voru að búa til sögu til þess að reyna að sanka að sér einhverju og svo byrjaði ég að kynna mér söguna þeirra og ég áttaði mig á því að þau fengu ekkert. Þau fengu enga peninga, þau fengu engin völd, enga frægð, nema það að vera ofsóknir og drepnir. Og ég byrjaði svona sjálfur að lesa þennan texta sem við finnum í Guðspjöllunum og það voru svona smáatriði í textunum sem byrjaðu að bögga mig rosalega mikið. Ég var að hugsa út frá þessu að kannski voru þeir bara að búa til eitthvað trúarbragð til þess að sanka að sér fylgjendum, til þess að fá sér völd og annað eins. Og það voru fullt af svona litlum atriðum í textunum sem byrjuðu ótrúlega mikið að bögga mig. Eins og þetta. Hérna eru ykkur gaurar og þeir ætla að búa til vinsælt trúarbragð. Og þeir búa undir rómversku valdi á fyrstu öldinni og vinsæla hugsunin var sú að á þessum tíma, ef þú ætlar að fá uppljómun, ef þú ætlar að vera andlegur, ef þú ætlar að vera góður, þá ætti þú að losa þig af hinnu líkamlega til þess að ná uppljómun. Fór einhver á Nóa myndina og hann fekk alveg sjokk, voru einhverju svona rock monsters í Nóa, mann einhver eftir þessari mynd, það sem að Russell Crowe, ekki. Þetta var ekkert samkvæmt Biblíunni, en það var svona út af það var hugmynd sem var tekin úr rómversku hugsun á þessum tíma, þar sem var sagt, hey, ef þú ætlar að raunverulega vera andlegur, þá er gott fyrir þig að deyja líkamlega og svo rístu upp frá dauðum andlega. Og ég hugsaði, af hverju, ef þetta er vinsæla hugsunin á meðal Rómverja, myndu þeir koma og segja, nei, þessi maður reis líkamlega upp frá dauðum, sem fer á maður allri þeirri hugsun, og gerir það verkum að það munu erfiðar að ljúga. Allt í einu, ef ykkur finnur lík, þá þetta nýja trúarbragð bara búið, sko. Það ekki að fara neitt.
Og ég byrjaði að sjá svona alls konar text, eða svona smáatriði í textunum með við hvað var að gerast á þessum tíma og það byrjaði að bögga mig og sönnunargögnin byrjuðu að breyta minni skoðun að þetta gæti raunverulega að hafa gerst og þangað til að bara ég fekk að upplifa Guð sjálfur og vissi að þetta hefði gerst. Þetta hefði gerst í mínu lífi. Og ef þú ert hérna inni og ert með eitthvað svona fullt af einhverjum spurningum, þá langar mig bara að leggja til að þínar spurningar, Guð getur staðist þínar spurningar líka. Og ef markmiðið var hjá þessum einstaklingum að gera nýtt trúarbragð sem var byggt á lygi og gera einhvern veginn svona að búa til trúarbragð þar sem þú ætlar að trúa leiðtogunum að þessu nýja trúarbragði, af hverju myndir skrifa það sem þú gerir í Biblíunni? Þá vektum að lesa Guðspjöllin og bara svona, Pétur, í alvöru. Segir alltaf vitlausu hlutina og vitlausum tíma og svo er svona eitt gott augnablik, þú ert Kristur! Og svo bara eitthvað, en enginn mun drepa þig og þú bara svona, farðu fyrir aftan mig, Satan. Þú veist, eitthvað svona, hann klúðrar öllu og ef þú ert að fara að búa til eitthvað trúarbragð þar sem þú segir, þessi leiðtogar vissu bara allt, þau eru algjörlega traustverðugir og allt það, af hverju verður að búa til sögu þar sem þú lítur svo astanlega út. Og við sjáum það með þessi í textanum okkur í dag. Hvernig sjáum það í textanum okkur í dag? Hvar eru þeir? Þeir eru ekki neins staðar. Þeir eru hræddir inn í herbyggi á meðan að konurnar koma að gröfinni og leita Jesú. Af hverju ef þú værir að búa til vinsælt trúarbragð, myndir þú fara að búa til þessa sögu? Nei, þetta er ekki lygi, þetta er raunveruleg saga, raunverulegt fólk, raunveruleg staðsendingar, raunveruleg líkamleg upplýsa. En ég velti því samt fyrir mér hvort þessi raunverulega saga endurspegli það sem við gerum svo ótrúlega oft. Að við kannski komum til grafarinnar í sorg. Kannski gerum við ekki grein fyrir því að þetta sé gröf. Kannski erum við búin að vinna í mörg ár að því að skreyta þessa gröf og kannski spreyja smá ylvatni þannig að hún lykt ekki eins og gröf. En það sem gerist aftur og aftur er að við förum í einhvern brunn sem á að gefa okkur næringu eða á að gefa okkur svala þrosta okkar og við finnum okkur aftur og aftur og aftur á þeim stað að sorgin tekur okkur. Á meðan að Guð er enn á að segja, hann er ekki hér. Komdu og fyndu hann í Galileu. Og stundum líta grafirnar okkar ekki einu sinni út eins og grafir. Kannski er það bara staðinir þar sem við finnum verðmæti okkar, gildi og sjálfsmynd. Samt einhvern veginn leiðir það alltaf til sorgar. Hlutinni sem við snúum okkur að aftur og aftur en samt upplifum bara sorg. Og hvað er geðveiki? Að gera sama hlutin aftur og aftur og búast við mismunandi niðurstöðum. Sumir reyna að finna sjálfsmynd sína og von í því að kannski sanka sér peningum eða eignum. Aðrir í fegurð og rómantík. Ég skal segja ykkur það að hrukkurnar vinna alltaf. Tíminn vinnur alltaf. Herru, ekki bara breyta svo í vitnisburðarstund. Sumir sjá kannski gildi sitt í stöðum eða menntun eða völdum eða vinsældum, aðrir kannski í íþróttum eða áhugamálum eða skemmtunum. Sumir finna sjálfsmynd sína í einhverju sem er svona augljóslega eyðileggjandi. Ég gerði þetta, ég fann von mína í vímu og fíkniefnaneyslu á tímabili. Aðrir finna kannski sjálfsmynd sína og öryggi sitt í góðum hlutum sem eru góðir hlutir en bjagast þegar við gerum það að aðalhlutunum. Stundum eru góðir hlutir mjög lélegir guðir. Og þeir geta ekki gert það sem Guð getur gert. Hversu oft hefur maður heyrt að kona mín fullkomna þig? Já, þetta er kona mín, hún fullkomnar mig. Það skal ég segja, hún gerir það ekki. Mín kona er best og hún gerir það ekki fyrir mig. Sko. Eða hversu margir finna einkenni sitt og gildi sitt og hver þið eru í því að vera foreldrar. Gott hlutverk. En annarkvort mun makið þinn eða börnið þín kukna undan því að reyna að bera byrði sem aðeins Guð getur borið. Hann getur komið og hann getur læknað þig. Eða þú munt vera fyrir ótrúlegum vonbrigðum að þau get ekki gert fyrir þig það sem Guð getur gert. Og takk ég eftir því hér í versum 2-4. Á þeim stað þar sem að guðlegt inngrip á sér stað, þá allt í einu sjáum við að kraft Guðs miðað við mannlegt vald. Við sjáum jörðina sem er venjulega rock solid, pun intended. Núna titrar hún. Steinninn sem að settur á sinn stað af trúar og pólitíska elítinni á þessum tíma, reyna að hamla verki Guðs, allt í einu orðin búið að rúlla honum í burtu og hann orðin sæti fyrir ykkur engla. Takk eftir vörðunum í þessum versum, 24, allt í einu, þeir eru vanir að labba bara og fylla fólk af skelfingu og ótta og fólk veit af krafti þeirra og valdi og sverðum og
kannski vanið í að drepa aðra og allt í einu, hvað sjáum við í textunum í dag? Þeir liggja hana, þykjast vera dauðir. Fyrir englunum og þeir eru skítrættir, þeir eru nú að upplifa það sem svo margir eru búin að upplifa af þeim allan þennan tíma og nú er myndin algjörlega orðin öfug. Allt þetta sem leit út fyrir að vera magnað orðið einhvern veginn ekkert út af því að Guð kemur inn í. Og ástæðan fyrir ég legg áherslu á þetta út af því að þegar við kynnumst Jesú Kristi og krafti hans, að þá sjáum við það sem virtist einu sinni þess verði að lifa fyrir eða deyja fyrir, það sem virtist einu sinni vera máttugt, það sem virðist einu sinni vera þess verði að eyða lífið þínu til að öðlast eða hvað sem er. Allt í einu verður það að engu í samanburði við það sem við höfum í Jesú. Og þegar þú sérð dýrð hans, þá allt í einu byrjar að fatta heimskuna á bakvið það. Að reyna að finna verðmæti og gildi og von í hverfulum hlutum, sköpuðum hlutum. Á meðan skaparinn segir, hei, komdu til mín. Pældi því, við erum að byggja von okkar aftur og hamingju okkar á hverfulum hlutum og svo spyrjum við okkur aftur og aftur, af hverju endist þetta aldrei? Út af þeir eru hverfulir hlutir. Það er pointið á bakvið það. Og allt í einu kemur hér upprisið Jesú Krist sem hristir bæði jörðina og væntingar okkar. Hann upprisinn mikilvægasta setning mannkynssögunnar og þessi orð, þau bergmála enn í dag og þau bjóða enn von til vonlausra og hvíld fyrir þá sem hafa reynt allt annað og eru örmanna. Svo hvað lifir þú fyrir? Og ef þú eða aðrir í kringum þig hafa komið upp hindrunum í lífi þínu sem hindra þig frá því að hlaupa til drottins þíns til Jesú Krist sem drottins þíns og frelsara, hvers vegna ekki að láta daginn í dag vera daginn þar sem þú segir, hei, ég gefst upp. Leyfa þeim Guði sem valt steininum fyrir 2000 árum að vera sá sem veldur þeim sem þú ert búin að setja upp sem hindranir í þínu lífi. Og hverjar eru þínar hindranir? Er það sorg, er það sektarkennd, er það ótti? Upprisan leið Guðs til að segja að það ekkert mér ómögulegt, það ekkert mér stærra, það ekkert sem getur staðið á milli mín og þín. Og ef hann getur breytt rómversku pyntingatæki í tákn vonar, en það ekki, það ég vona á sér með krossinu upp á tákn vonar eða ekki, þetta ekki pyntingatæki, já, ok. Ef hann getur breytt rómversku pyntingatæki í tákn vonar og lífs og sigur Guðs, þá getur það svo sannarlega tekið plebban þig og gert eitthvað með það. Veist. Út af því þetta snýst allt hans kraft, hann. Og ég bara newsflash, þú ert ekki aðalpersonan í þessari sögu, sko. Og það ótrúlega léttir að vera ekki aðalpersonan, þú ert ekki skapaður eða sköpuð til að vera aðalpersonan. Og það sem ég elska við þetta, Jesús þegar hann segir, þegar hann að lýsa himnaríki, þá segir hann, hei, ef þú vilt komast inn í himnaríki, þá verður að koma eins og barn. Og sem ótrúlega skrítið, og oftast þegar við pælum í því að þroskast í einhverju, þá þýðir það að vera sjálfstæðari og vera sterkari og eitthvað svona, en að þroskast í trú einhvern veginn að vera háðari og veikari, einhvern veginn að reiða sig meira á hann og hver hann er. Og mér fannst ég upplifa þegar ég var pabbi, allt í einu fekk ég betri skilning á hvernig Guð elskar og ég átti mjög erfitt með að skilja af hverju Guð væri þolinmæður gagnvart mér og öllu því sem ég sagt, öllu því sem ég gert. Af hverju hann að sýna mér einhvers konar á? Svo eignaðist ég lítið börn, stór börn, greið kona mín, en þau voru stór börn en þau voru rosalega falleg og mér fannst ég skilja aðeins ást Guðs á betri hátt og ég veit ekki hvort að þú veist þetta en börn eru sóðaleg og stundum bara ógeðsleg. Þau eru óútreiknanleg, þau eru ófilteruð. Ég var eitthvað að reyna að tala á þann upp á sviði og þá kemur bara stelpa mín að hlaupa hringi í kringum mig og ég bara svona, þetta ekki. Þessi líka, reverb, það reverb á þessum.
Já, þeir eru ófiltruð, þeir eru vanmáttuð, þeir eru hjálparlaus, þeir eru algjörlega háð foreldrum sínum til að lifa af. Og það var bömmur fyrir mig. Ég fattaði allt í einu að börnin borgi ekki einu sinni leigu. Stundum eru vekjaðu upp á nóttunni, stundum eru mjög creepy. Það er ótrúlega ofta sem að krakkanir, Svafa kannast við þetta, við vöknum og horfum og það var bara svona einhver 4 ára stelpa sem vanlega rosalega krútleg og hún bara stara á þig og meðan þú sofir. Það er bara svona, hvað viltu? Stundum eru þau að pissa á meðan þú ert að skipta á þeim. Stundum eru þau að æli við, þú ert að reyna að hjálpa þeim að ropa. Það er endalaust af dótið sem fer úrskeiðis. Og ég hélt á þessum litlu börnum, þessu kaosi í líkamlegu formi. Og ég fattaði að þau geta ekkert gert fyrir mig sem er eitthvað svona hagnýtt fyrir mig. En samt vissi ég það leið, ég þurfti bara að horfa á augun þeirra og ég vissi að ég var tilbúin að deyja fyrir þau. Og þetta er það sem að Jesús segir við okkur. Ef þið viljið koma til mín, ekki koma til mín þegar þú ert búin að kippa þér í lag. Ekki koma til mín þegar þú ert búið með alla þennan spurningar. Eða þegar þú ert hættur að blóta. Eða þegar þú ert loksins verður að vera elskaður eða elskuð. Nei, sem faðir, þá segir hann, komdu til mín í öllum þínum skít og kúk og hvað annað sem fylgir þér. Og leyfið mér að elska mig sem faðir. Og leyfið mér að elska ykkur nóg til þess að leyfa ykkur ekki að vera það sem þið eru. Og kristin trú allt í einu, þegar ég byrjaði að pæla í því, kristin trú sprakk ekki út af því að þessar konur eða lærisveinir voru svo áhrifamiklir. Hún sprakk út af því að kraftur Guðs var að vinna í þeim og í gegnum þeim. Og hann tekur það brotnu. Hann tekur fólkið sem er endalaust í lykkjum og hringrás syndana við eins og hundar, hafið þið séð hundar gera þetta. Að éta æluna sem þeir ældu upp. Hafið þið einhvern veginn að sé þetta? Þetta er ekki fallegt, en þetta er svona lýsing á þér. Nei, á okkur. Hversu oft erum við búin að æla ykkur upp sem við vitum að það er slæmt fyrir okkur og svo förum við aftur í æluna eins og okkur ógeðslegir hundar eru að éta þessa ælu aftur og aftur og aftur og hann segir, hey, komdu til mín, ógeðið þitt. Nei, en hann notar gröfina til að minna okkur á eilíft líf. Hann notar rómversk pyntingatæki til að minna okkur á að já, hann er réttlátur, hann mun dæma synd, en sömuleiðis er hann miskunnsamur. Hann er reiðubúinn að taka á sig refsingu fyrir synd okkar. Hann er tilbúinn að taka á sig dauðan sem við áttum skilið. Á krossinum þá mætist réttlæti og miskunn Guðs á sama stað. Og saga þín þarf ekki að enda við gröfina í einhverju sjálfshatri eða sjálfseyðinleggingu eða sjálfsvarnar að reyna að sjá þig sjálfur. Hún gæti að enda með því að þú minnir þig á að gröfin er tóm. Og nú er komin tími að fara úr gröfinni og fara til Galli. Ertu hræddur? Í versum 5-7 þá segir hinn engillinn ekki vera hræddur. Þannig að hættu þessu, kjaftaði. Hann er upprisinn. Alveg eins og hann sagði. Getur þú ekki staðið við lofar þín? Þú getur hlupið til hans, vita að hann stóð við lofið sitt þá og hann getur enn staðið við lofið sín í dag. Og þegar óttinn grípur okkur, gefur okkur trú á hinn upprista Krist, þá höfum við frið, þá höfum við tilgang, þá höfum við fullvissu. Líður þér eins og þú sért ekki nógu góður eða góð. Ég með magnaða frétti fyrir þig, hann er ekkert að leitast eftir þannig fólki. Oftast er það erfiðasta fólki til þess að fá okkur til að gera eitthvað. Í versum 7-8 þá segir engillinn konunnar við gröfina, farið og segir lærisveinum hans. Og ástæðan fyrir að ég les þetta er út af því að ég vil undirstrika hér sjáum við mikilvægasta boðskap sem jörðin hefur heyrt falin konum að segja lærisveinum. Og ástæðan fyrir ég undirstrika er að ég spyr hversu mikið af unnecessary details komið fram í þessari sögu. Nei, ég er að tjóka. Hér er ástæðan fyrir ég segi þetta. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Er einhvers sem kannast við félag minn Flavius Josephus? Ja. Manstu ekki, já. Ef þú ert að pæla í barnanöfnum, Flavius Josephus, ég vil bara segja. Flavius Josephus, hann fæddist nokkrum árum eftir upprisi Jesú Krist. Og hann gerist einn aðal sagnfræðingurinn á þessum tíma. Hann vinnur með Rómverjum, hann er gyðingur sjálfur, hann gefur rosalega mikið innsæi inn í hvernig gyðinga menning er, rómversk menning er, hvað er að gerast, hvernig fólk hugsar og annað þess. Og hann er fæddur nokkrum árum eftir krossfestinguna og upprisuna. Og hann átti síðar eftir að vera einn af þessum merkilegu sagnfræðingum. Veitir þið hvað hann sagði konur? Að konur mætti ekki bera vitni í dómstólum því að það væri léttúðar og áræði kyns þeirra væri óreiðanlegt.
Þannig að konur máttu ekki vera vitni í dómstólum á þessum tíma, út af því það voru konur og við vitum allir hvernig konur geta verið. Nei, veitu þið hvað Celsus sagði? Þú hugsa kannski, Flavius Josephus, þetta var einhver gyðingur fyrir 2000 árum, svolítið backwards, þú veist. Ok, hvað með grísku, heimspekina? Þeir voru pottið eitthvað betri. Nei, þá var einhver gaur sem heit Celsus, hann var einn grískur heimspekingur að reyna að ráðast að kristinni trú, held ég 150 árum eftir Kristi eða eitthvað svo leis. Vitið þið hvað hann sagði konur? Að þessar konur væri hysterískar konur sem blekkjast af göldrum. Það er ekki hægt að reiða sig á vitnisburð kvenna því að þær eru bara hysterikal, þessar konur. Það vita það allir. Og ein af árásum hans, gagnvart kristinni trú, var það að ætlar þú virkilega að trúa því að aðalboðskapurinn í trún ykkar var gefinn konum til þess að fela, til þess að segja þeim frá. Nú, aftur og aftur. Ef þú telur þig vera einhvern veginn ekki nógu góður. Jafnvel ef að samfélagið í kringu þig segir, hei, þú ert ekki nógu góður. Þá er Guð einhvern veginn aftur og aftur að segja, hei, mér er alveg sama hvað samfélagið í kringu ykkar segir. Ég ætla að nota þetta fólk til þess að sýna að þetta er ekki þau, þetta er Guð, kraft Guðs. Enn og aftur. Ef þú spyrðir þig, þessi saga, ef þú ætlar að búa til nýtt trúarbragð, þú vissir að menningin var svona á þessum tíma, myndir þú búa til þessa sögu. Gyðingarnir hafa kannski ekki litið á það sem áreiðanleg vitni. Grísku heimspekingarnir gætu hafa gert grín á því að konur voru vitnin. Hvað gerir Guð samt? Hann tekur það sem öðrum kunna þykja ekki nógu gott. Og hann býður þér og okkur að vera hluti af sinni sögu sem endar í farið og segir öðrum frá. Þannig að ef þú ert ekki nógu góður, þá ert þú bara komin í fullkominn félagsskap hér. Við erum frekar ömurlegur hópur af fólki, en við syngjum einn gaur sem var geggjaður. Að lokum, í versum 9-10, þá sjáum við persónulegan fund með Jesú. Hann hittir konunnar á leiðinni. Sælar! Það er geggjað. Í 1. Korintharbréfi 15:6 þá er Páll postuli að nefna að það voru ekki bara þær sem hittu upprisin Jesú, það voru lærisveinir. Á einu tímapunkti voru 500 mann sem sá hann á sama tíma á sama stað. Margir segja, ok, kannski var þetta ekki saga það sem voru búin að búa eitthvað til. Kannski var það bara að þau voru að sjá ofsýnir. Þau voru aldrei að sjá ofsýnir af, er ekki rétt orðið? Ofsýnir, ofsjónir, já, ofsjónir. Ofsjónir, þau voru bara að sjá ofsjónir af Jesú út allt. Og ég veit ekki hvort þú hefur tjekkað eitthvað á ofsjónum, hvernig þær virka. Oftast er ekki 500 mann sem eru með sömu ofsjónina, sýnina, þetta orð er ömurlegt. Ofsjónina, það hljóma bara, já, ok. Það er allavega gerist ekki að allir séu að sjá sama hlutin í haustum á sér, á sama stað. En hér, þá hittir hann þessar konur og hann segir við þær, ekki vera hrættar, farið og segið. Og ég elska viðbrögðin þeirra, er bara lofgjörð. Í dag, þá getur Jesús snúið sorg þinni í dýrð. Hann getur breytt fortíð þinni í tilgang og framtíð sem þarf ekki að byggja á því hvaðan þú komst. Hann getur breytt ótta þínum í trú, alveg eins og hann gerði fyrir þessa konu fyrir 2000 árum. Upprisan hristi jörðina þá og hún getur hrist í lífi þínu enn í dag. En spurningin fyrir okkar ætlum við að tilbiðja henni upprista frelsara? Erum við tilbúin að sleppa gröfinni og fara til Galileu? Spurningin fyrir okkur, ertu þreyttur? Eða þreytt? Ertu hræddur eða hrædd? Ertu búin á því? Trú á boðstólnum í dag. Frá Jesú sem gaf sitt líf fyrir þig og býður þér að vera barn sitt. Og fyrir 15 árum þá hitti ég Jesú. þar sem hann kom til mín, sælir. Hann umbreytti huga mínum, hann umbreytti hjarta mínu og lífi mínu. Og ég gat ekki annað en gert það að þrátt fyrir ömurlega íslensku, eins og þið heyrir kannski, ofsýnir. Ég gat ekki annað en sagt, ok, ef enginn annar ætlar að segja fólki frá, þá ætla ég allavega að segja, hann sagði farðu og segðu frá, þannig ég ætla að fara að segja frá. Og þess vegna stend ég hér í dag. Og mér langar að spyrja, ætlar þú að hlaupa til Jesú? Og ég ekki að kalla þig til eitthvað, herðu, ef þú kemur inn í þetta trúarbragð, að þá mun lífið breytast og vera get awesome og allt það. Eða hei, ef þú fer í þessa ákveðnu kirkju, þá mun allt vera geggjað.
Nei, þú veist, þetta snýst ekki kirkjuna, þetta snýst ekki trúarbragðið, þetta snýst hann. Og ef að trúarbragðið eða kirkjan farin fram hjá honum, í pæli ykkur öðrum eða öðru, að þá það algjörlega búin að missa af punktinum við það að þetta hann sem kemur og breytir þér. En spurningin ég tilbúin að koma til hans sem persóna? Ég tilbúin að taka við því sem hann segir sjálfan sig fyrir hvað mér finnst að hann ætti að vera? Ég tilbúin að segja, ég trúi því að þú veitir betur en ég. Ég þekki bara einn gaur sem hefur verið siðfróttið og haldi áfram að vera þannig. Ekki svo þessi fangelsisgaur sem ég nefndi hérna. Ætla þú að hlaupa til Jesú. Og ég ekki hér til að kalla þig til að gefa lífið þitt í ykkur kirkju, heldur frekar í persónuna Jesú Krist. Við eins og þessar konur, við fundum Guð við gröf í okkar sorg og okkur var sagt, hei, hann vill ekki hafa hana, ertu tilbúin að fara til Galliu? Og við erum kannski ekki merkilega manneskjur, sérstaklega hún Jóhanna, hún nei. En við þjónum merkilegum og kraftmiklum frelsara. Og ég einn syndari hér, hólpinn af náð, og þú horfir í kringu þig, þá ertu örugglega hliðin á okkur með öðrum syndara, vonandi hólpinn af náð. En ef þú ert ekki, þá tækifæri í dag til að segja, hei, ég tilbúin að trúa og treysta það sem hann hefur gert nóg. Hann búin að klára mína synd og hann þess virði að lifa fyrir og deyja fyrir. Ég vil bara vera það sem hann hvað sem það kostar. Og eins og þessar konur, það eftir persónulegum kynnum í Jesú. Ég var niðurbrotin maður sem hefur verið læknaður og henni í lækningaferli. Og boðið mitt í dag einfaldlega að segja, viltu taka við þessu? Viltu hlaupa þangað sem Jesús því að hann ekki í gröfinni, hann upprisinn. Og í dag þá getur við saminast okkur í að elta manninn sem drap dauðan, sá sem gefur okkur tilgang, manninn sem með sama kraft í dag til þess að nýta, til þess að breyta okkur, til þess að gefa okkur líf. Og upprisinn ekki bara kenning. Hún boð þennan persónulega fund við Jesú að upprisa hann minnir okkur á að við getum fengið nýtt líf ef við erum tilbúin að deyja. Rómarbréfið 6:4 talar að við erum dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Þannig að það ástæðan fyrir því að við margar kirkjur, þessi kirkja og okkar kirkja, við skýrum fólk með því að láta það ofan í vatnið, það eins og þú sért að deyja sjálfur þér og kemur upp sem nýsköpun í honum, en þetta mynd upp á það sem Guð getur gert í hjarta þínu núna. Og mér langar til að biðja, og ef þú ert hér inni og þú ert ekki tilbúin að taka þetta skref í dag, þá langar mér samt að spyrja þig, hvaða skref ertu tilbúin? Ef þú ert kannski forvitinn og ert ekki komin enn á þann stað þar sem þú ert tilbúin að segja, hei, ég ekki tilbúin að gefast bara Jesú völdin og gera hana drottni í lífið mínu, hvert þá eitt skref sem þú getur tekið í átt að Jesú Kristi? Því að ef þú ert hér í dag, þá ertu væntanlega hér út af því að Jesús alltaf búin að taka einhver skref á móti þér. Og hann á lífi og hann kallar þig. Og mér langar bara að biðja fyrir okkur. Og ef þú ert hérna inni og þú ert búin að segja kannski, hei, ég bara með fullt af spurningum, eða hei, mér langar að gefa honum líf mitt og mér langar að vita hvernig það að fylgja honum, að þá var ég ótrúlega til í að biðja með þér og tala við þig. En mér langar bara að biðja örsnægt fyrir okkur. Drottinn, vilt þú snúa sorg okkar í dýrð? Vilt þú endurheimta fortíð okkar til að sýna þína miskunn? Vilt þú koma og hrista upp, ekki aðeins jörðina, heldur líka væntingar okkar og jafnvel enn í dag, hrista upp í lífum okkar? Viltu leyfa trúnni að sigra óttann? Viltu láta mátt þinn breyta okkur og búa okkur til að fara og segja öðrum frá með orðum okkar og gjörðum okkar og hegðun okkar og hugsunum okkar? Megum við endurspegla þig og hvernig þú ert og hvað þú hefur gert í okkar lífi? Og Drottinn, ef það einhver hér í dag sem hefur ekki tekið þetta skref, sem hefur ekki fengið að upplifa kraftinn eða vonina sem í þér, sem kannski ennþann dag í dag að leitast eftir því að finna gildi sitt og von í einhverju sem gefur aldrei það endanlega sem lofar. Syndin einhvern veginn alltaf þeim, hún lofar of miklu og kemur aldrei neinu til staðar, Drottinn, hún svarar aldrei því sem sálir okkar sækjast eftir og öskrá eftir, Drottinn. Ég bið ef það einhver hér í dag, Drottinn, sem þekkir þig ekki. Megi dagurinn dag vera svo dagur þar sem þau leggja allt sitt trú og traust á að þú hefur greitt okkar skuld. Og megi dagurinn vera svo
þar sem þau segja, ég ætla að fylgja Jesú, ég ætla að vera það sem hann er. Hvort sem að sé í Galileu eða hvar annar, öllum öðrum stöðum. Ég bið Drottinn, ég bið að starfa í okkur, ég bið að byggja okkur upp. Ég bið Drottinn að fylla okkur af von og mæta okkur í Jesú nafni. Amen.